Nú ætlum við að fara yfir það hvernig á að stofna sölumenn fyrir DK-POS og koma þeim yfir á kassann. Til að byrja þá þarf sölumaðurinn að vera til sem starfsmaður í fyrirtækinu. Þá förum við hér í almennt, umsjón og starfsmenn. Og ef hann er ekki til þá þurfum við að stofna hann hér með því að ýta á Insert New og slá inn kennitölu og nafn. Og svo aðra þær upplýsingar sem við viljum slá inn, látum þetta nægja í bili. Þegar að búið er að stofna starfsmanninn, þá er þetta að fara hérna í sölureikningar og sölumenn, og opna hérna sölumenn. Hér sjáum við þá sölumenn sem þegar eru til í kerfinu og við ætlum að stofna nýja, það er eftir. Þetta er hérna á Insert. Slá inn númer sölumanns, í þessu tilviki ætlum við að nota 16 sem er næsta lausa númer. Förum hér, veljum starfsmanni sem búið var að setja inn, gefum honum nafn sem birtist á hnappum og á kvittunum, skútum og skrám. Og þá er búið að stofna sölumannin í DK. En til að fá hann yfir í POS-ið þurfum við að fara yfir í DK-POS. Þegar við erum komin yfir í DK-POS-ið þá byrjum við að fara yfir í sölumenn. Og eins og þið sjáum þá er hann ekki komin hérna inn. Til að fá hann hérna inn, það nýja sölumann, þá gerum við sækja frá DK. Og hér er hægt að velja að sækja bara sölumenn eða sækja allt. Og eins er hægt að velja hérna hvort aðeins eru uppfærðar breytingar, allt uppfært eða töflur hreinsaðar og allt uppfært. Við mælum með að nota annað hvort af þessum fremri. Hér ætti að nægja að sækja einungis breytingarnar. Svo við ætlum að gera það. Við gerum næsti og ljúka. Við ætlum ekki að senda á kassan að þessu sinni, þar sem við eigum eftir að gera breytingar á sölumanninum áður en að við sendum hann yfir, svo við gerum bara nei. Og eins og þið sjáu þá var sóttur hérna einn nýr sölumaður. Við getum gert þetta hérna. Og eins og þið sjáu þá er sölumaðurinn kominn hérna inn, Jónas. Við opnum hann og ákveðum hvað við ætlum að við að gefa mikinn afslátt. Getum sett hérna lykilorð, við ætlum ekki að gera það að sinni. Og ákveðum hvað réttindi hann hefur, hvað hann má gera. Og svo er mjög mikilvægt, ef að verið er að nota hnappa við innskráningu, að velja þá verslun sem viðkomandi er að starfa í, svo það birtist á kassanum. Og hér gerum við að lokum skrá, og sölumaðurinn er tilbúin til að fara yfir á kassa. Þá er ekkert annað að gera en að senda á kassa. Við veljum bara alla kassa, gerum áfram. Hér kemur sama aftur, hægt að ákveða hvað er sendt. Við ætlum bara að senda allt á kassan. Gerum næst og ljúka. Og sölumaðurinn er kominn á kassan. Ef verið er að nota flýtinappa við innskráningu, þá er ekki víst að nýji sölumaðurinn birtist strax. En þá þarf einfaldlega að skrá einhvern inn, skrá aftur út og þá birtist hann á kassanum.